Ok, þetta var sem þetta ekki að vera hérna. Þetta er voða kósí. Já, langar ykkur í bjórbað? En Langar greiðlega rosa mikið að skilja þetta vídeo sem sagt, þannig ég læt bara að rúlla. Þetta er sem sagt kynningarband sem við gerum Norðurstrandarleiðina og átti ekki að vera hér. Er ekki X einhvers staðar? Það er bara svo ég komist ekkert neitt. En það gerir bara Skype? Já, það er mitt. Svona, og byrjum við bara hér. Heyrðu, góðan daginn. Ég heiti Salt Katar og er að vinna á Markastofu Norðurlands. Takk fyrir að bjóða mér að koma. Segja ykkur aðeins frá Norðurstrandarleið. Er í lagi sitji, finnst ykkur að óþægilegt? Ok, flott. Norðurstrandarleið er sem sagt nýtt verkefni sem er búið að vinna að í 4 ár og hún Kristjane hefur verið verkefnastjóri yfir þessu verkefni og einnig hefur verið að vinna með grasrótinni á svæðinu og sett heimamönnum og heimamenn hafa verið í stýrihóp fyrir okkur og með okkur og þróa þessa vinnu og hún hefur ekki breyst frá því að fyrstu hugmyndir komu upp fyrir 4 ára síðan en þetta er lokaniðurstaðan og hún byrjar sem sagt leiðin eða endar á Hvammstanga og svo hinn endir Bakkafjörður. Það eru 900 km leið sem liggur með frá norðurströndinni fyrir gegnum 18 sveitarfélög og 21 þorp og í fyrra var sem sagt valið að Lonely Planet sem topp 10 áfangastaður í Evrópu 2019 og þá kom svolítið pressa á okkur að opna leiðina. Við höfðum í rauninni ekki hugsað okkur að opna leiðina fyrir núna í sumar en þarna kom sem sagt Lonely Planet okkur bara svolítið óvart. Þannig að við stukkum til og það var allt sett á fullt. Ég byrjaði að vinna hjá Markastofunni í apríl í fyrra og leiðin var opnuð 8. júní á degi hafsins og voru haldnir ýmsir viðburðir á leiðinni. Það var klippt borða, bæði á Bakkafirði og Hvammstanga. Svo voru hinni ýmsir viðburðir bara hér og þar á leiðinni og meðfram ströndinni og það var mjög skemmtilegt. Síðan þá og síðan að Lonely Planet sem það tilnefndi okkur, þá hefur þessi leið vakið rosalega mikinn áhuga og jákvæð og góð, fengið mjög jákvæð og góð viðbrögð. Fyrirtækin gerast meðlimir á Norðurstrandarleiðinni og það er þátttökuskilyrði fyrir því. Þau þurfa að vera meðlimir í Markastofunni til þess að geta verið hluti Norðurstrandarleið og staðsetning fyrirtækjanna þarf ekki að vera rétt. Þau verða að vera á leiðinni við veginn. Ef þau eru inn í land þá mega ekki vera meira 3 km inn í land en annars mega vera hvað sem er svo nálægt strandlengjunni. Við viljum að sjálfsögðu að fyrir helst áherslu séu ströndin og strandmenning og sjórinn og allt það sem tengir okkur við það að búa nærri heimsbaug. Markmið Norðurstrandarleiðar, svona ferðamannaleiðir eru þekkt og frægar víða veröld og það er svona fólk til að ferðast eftir fyrir skilgreindu leiðum og fara inn á viss svæði og við vorum þarna að búa til nýtt aðdráttarafl á Norðurlandi og fá fólki til að fara úr alfarleið og fara af hringveginum og fara inn á ófarnari svæði og inn á jaðarsvæðin og með því að fara þessa leið þá viljum við að fólk stoppi lengur. Að við viljum ekki að fólk sé bara að keyra leið í einum rykk og viljum ekki að allir sé bara fara á hringveginum og fara Norðurstrandarleiðina. Heldur viljum við að fólki, þeir ferðamenn sem koma og velja það að ferðast þessa leið, að þeir stoppi og njóti þess sem er á leiðinni. Þeir fari úr bílnum og andi að sér sjónum og bara hlusti á kyrrðina og njóti þess að vera þarna. Og Norðurstrandarleiðin er upplifun og þá er upplifun að keyra þessa leið og
hitta fólkið og fara í ferðir sem tengist leiðinni. Við leggjum mikla áherslu á sjálfbærni og ábyrga ferðaþjónustu og sjálfsögðu líka. Snemma í ferðinu þá skiptum við svæðinu upp í 3 önnur svæði. Norðurstrandarleiðin alltaf svona klífin yfir allt og samheiti yfir leiðina, en við ákveðum að skipta í svona 3 þematengt svæði bara til þess að sýna svona hvað við einblínum á í hverjum hluta þótt þetta séu auðvitað allt Norðurstrandarleið. Í strönd Íslendingasagna og goðafræði eru núna 24 meðlimir, svo það strönd sjávarþorpa og sterkar arfleiðar. Við erum með 45 meðlimi þar núna og svo erum við 13 meðlimi í strönd óspilltrar náttúru. Við höfum unnið að því að merkja leiðina og fara svolítið í mikla góða innviðagreiningu. Við vildum ekki fara að finna upp á okkur nýju, heldur fórum við frekar í að finna hvað til staðar og hvernig þetta bæta það sem fyrir og við skýra líka stefnumörkun varðandi skiltanotkun. Við fengum þessi brúnu, flottu skilti, fyrstu svona brúnu skiltin á Íslandi, þau alþjóðleg skilti fyrir eitthvað áhugaverð ferðaþjónustu. Þau komu upp bara 2 dögum áður en að vegurinn var opnaður, sem var alveg frábært og við erum óbúslega þakklátt fyrir að fá þessi skilti upp. Þótt að Íslendingar séu skilti týndir, hvað eiginlega og af hverju þessi skilti alltaf komin upp og hvað þýðir þetta og okkur sendur ekkert á þessu og hvað merkir þetta en við máttum sem sagt ekki merkja þau og þá má ég ekki vera neinn í stafir á þeim. En við fengum logoið og með því að fá meðlimina að vinna með okkur þá eru þau sem sagt allir meðlimir fá senda fána með logoinu og þau fá senda límið til þess að merkja sig og þau fá senda logoið sitt til þess að merkja sitt markaðsefni og heimasíðu og svoleiðis. Þannig að þarna viljum við það bara tala allt saman, að fólk nái svolítið sjónrænni tengingu, það sér skiltin á leiðinni, svo sér eitthvað fyrirtæki, heyrðu já, það í þessu eða á heimasíðunni, að fyrirtæki meðlimirnir sem eru á Norðurstrandarleiðinni noti líka logoið og setja það ef það Booking eða TripAdvisor og hafa þetta svo sýnilegt og dreifi boðskapnum áfram. Má ég að spyrja? Já. Hver ákveða það að með einhverju texta á því skilti? Vegagerðin. Já. Já, ok. Þannig að það bara var ekki boðið. Já. En við fengum logo. Já. Við erum svo bara að vinna í því áfram að fá kannski frekari og betri merkingar á leiðinni og á fleiri áningastöðum. Og það svo að vinna í því núna að gefa út handbók. Við erum svo búin að keyra leiðina og merkja inn í svona GIS-landafergrunn áhugaverða staði á leiðinni. Hvað hægt að stoppa og sjá norðurljós, hvað hægt að stoppa og sjá miðnætursól, hvað hægt að stoppa og fara í gönguferðir, hvað hægt að stoppa og labba út í vita og allt mögulegt. Og við tökum allt þetta efni saman í handbók sem við látum svo sveitarstjórar og sveitarfélög fá og út frá því geta þau svo unnið úrbætur ef það sjá eitthvað sem hægt að vinna og gera betur. Þetta eru hátt í 200 punktar sem við höfum tekið niður og skráð og það hægt að fara og flokka niður og laga og sjá. Og hér dæmi, þetta sem sagt vegagerðin við Furðustrandir og þá er þarna nafnið á staðnum og vegnúmerið. Svo spurt hvort þú sé leyfi, já við erum með leyfi hjá sem sagt landeiganda og hvort þetta sé eitthvað fjármagnað og þeir flokkar sem þetta flokkast í. Afsakið. Þetta er sem sagt áningastaður, það er hægt að stoppa sem miðnætursól og norðurljós, hægt að komast á strönd og hægt að fara í létta göngu og við viljum líka með þessu forðast slysahættur að ferðamenn stoppa oft bara einhver staðar. Og með þessu, ef við náum að einhvern veginn að skilgreina og biðja sveitarfélögin að byggja upp góða áningastaði, að þá vonandi eru ferðamenn að stoppa, já, herðu, eru að skoða norðurljós, ég ætla þá að fara á þennan stað, af því hann er skilgreindur svo góð staði fyrir norðurljós eða miðnætursól, í staðan fyrir að vera bara að gera eitthvað og veit ekkert í rauninni hvert þeir eru að fara. Þótt að sé aldrei að þeirra og séu norðurljós, þó þetta sé áningastaði fyrir það. En svo setjum við líka athugasemdir. Við höfum tekið mynd af þessum stöðum sem sýna hvernig það líta út og með gátlista, það er einhver frekari upplýsingar staðina
Og svo eru hérna teltur athugasemdir þennan staðir að hér er stórt svæði til að stoppa með gönguleið að Gönubrúnni. Það er ein merkt gönguleið, það eru borð og bekkir, ruslatunn og upplýsingaskilti. Stytta af ferðamanninum. Hér er ekki salerni. Þannig að hér geti komið, já, hérna væri kannski gott að setja upp salerni eða merkja gönguleiðir á ströndina og svona ýmislegt. Og þetta hefur við gert við 200 áningastaði á leiðinni og munum svo afhenda þetta áfram sem þeir vonandi munum svo taka tillit til og fara í úrbætur og lagfæringar. Og þá er það sama með upplýsingaskilti að við viljum að við erum svo þróþátt og við búum kannski til eitthvað sérstakt skilti sem er bara Norðurlandaleiðar logoið sem við myndum þá vilja fylgdi með á áningastaði þannig að allur áningastaður á leiðinni eru með logoun okkar þannig að þetta er svona framtíðarpælingar. Við höfum gefið út markaðsefni fyrir leiðina og er það eitthvað sem að meðlimirnir okkar geta notað og líka sem við sjálf verðum notað til þess að koma leið á framfæri. Við erum með vídeóið sem við sáum áðan og svo erum við með myndbanka þannig að bæði allir meðlimir og líka það eru blaðamenn eða ferðaskrifstofur eða hver sem er sem vantar að fá myndir á leiðinni þá erum við með sérstakar myndir af því við höfum líka skilgreint hvernig myndir við viljum að við séum að sýna. Við viljum sýna ábyrga ferðaþjónustu og við viljum að myndirnar Norðurlandaleiðar tengist leiðinni og sýni sjóinn og allt það. Við erum með reglulegar uppfærslur á Facebook og við förum á sýningar. Við gáðum út til dæmis líka svona söluhandbók til að fengja skoða og í henni eru uppbyggingar sem við höfum sendt nú til allra ferðaskrifstofa bæði innanlands og erlendis sem við höfum tengingar við, alla okkar tengiliði og inn í þessari söluhandbók er sem sagt bara almennt leiðina, allir meðlimir á leiðinni og svo GPS-punktar við bara Rest Areas, Midnight Sun, Northern Lights og bara allt mögulegt, hvernig á að ferðast, hvað þarf að hafa í huga þegar þú ert að ferðast, hvernig býr að vera með, hvað er hægt að gista, hvað er hægt að borða og allt mögulegt. Og þetta höfum við saman í svona fína bók sem við sendum svo bara á PDF-formi og við höfum fengið mikið hrós og mikið lof fyrir þessar upplýsingar af því þarna ertu bara allt á einum stað. Við erum líka með heimasíðuna afkosti.is og þar er líka að finna upplýsingar hvernig ferðast leiðina og hvað leiðin er. Við viljum ekki vera skilgreinda markhópa sem við tölum að eiga ferðasleiðina. Þetta er ekkert fyrir alla, en þetta er fyrir fólk sem sækjast eftir að fara og sjá eitthvað öðruvísi og upplifa eitthvað alveg einstakt. Vera ekki í krátinu þar sem að standa við Gullfoss og Geysi sem allir hinir ferðamennirnir eru. Þetta er svolítið fyrir náttúru þann sem vilja upplifa náttúrun og hitta fólk, svona heimafólk. Og meðlimirnir fá sem sagt limmiða, fána og svo kallar verkfærakistu sem er svona svipubók og þetta. Hún er ég sjáu hér, er sem sagt þarna sem við gefum út. Og verkfærakistan er þetta Toolkit for Businesses, einungis fyrir meðlimi sem hafa skráð sig í Norðurlandaleið og þetta hjálpar þeim hvernig þau að þróa upplifanir á leiðinni og kannski með einhverju upplifun. Og þarna færum við betri hugmynd hvernig við getum þróað hana og gert hana svona Norðurlandaleiðar væna, ef við móta það. Og við stefnum að því að fara svo bara núna fljótlega og heimsækja alla meðlimina og halda fundi á svæðunum og kenna þeim svolítið að nota verkfærakistuna. Af því það er líka, nú ertu komið með þetta frábæra tól í hendurnar og við erum búin að afhenda það frá okkur. Nú er svolítið fyrirtækjana að taka við því og nýta alla þá vinnu sem búið að gera. Að þau svona taki úr þessu hvað þau gera, hvernig nota logoið og búa til einhverjar ferðir og vera svolítið sýnileg. Og við erum alltaf til staðar að sjálfsögðu til að hjálpa til með það. Við gáum líka út brand guidelines sem er aðgengileg á heimasíðunni okkar norðurland.is og allir geta skoðað og fengið og það er fyrir þá sem er að nota vörumerki. Það er til þess ferðaskrifstofur í Reykjavík erlendis sem vilja búa til ferð sem heitir Arctic Coast eða Norðurlandaleið. Þá eru skilyrði fyrir hvað þú þarft að uppfylla til þess að mega nota nafnið Norðurlandaleið. Skrásettu vörumerki, þetta er vörumerki sem við viljum vinna með og við viljum vernda það loforð sem við gefum okkar viðskiptavinum að þegar við tölum Norðurlandaleið þá erum við á vissan hátt og það er tone of voice, hvernig viljum við tala leiðina, hvernig notum við logoið, hvaða liti erum við að nota, hvernig myndir erum við að nota og þegar þú býr til ferð
að þá þarf allavega 50% af ferðinni að vera á Norðurstrandarleið. Því það hafa alveg sumir ferðarstofur verið að búa til ferð sem heitir Arctic Coastway eitthvað og þá 2 dagar í Reykjavík, flug til Akureyrar, svo til Siglufjarðar og kannski eftir farið suður. Þú veist, þetta bara ekki boði. Þannig að 50% af leiðinni, minnstu kosti, þarf að vera það skilgreind á leiðinni og jafnframt að fyrirtæki sem eru meðlimir á leiðinni, það sé vera að nota þau og versla við þá byrgja. Þannig að þau fái líka út úr því að vera samstarfsæli. Það er svo söluhandbókin, svo það verkfæristan fyrir meðlimina, brandgæðlanið fyrir alla og svo höfum við gert svona final report, þess að Kristjani var mjög dugleg að skrifa skýrslur áfangana og bara hvernig við þessu verkefni miðaði fram og það komin lokskýrsla og hún líka opin inn á heimasíðunni okkar og bara mjög góð yfirlit skýrsla verkefnið og hvað var gert og hvernig það var gert og aðgengilegt á síðan okkar. Allar upplefanir á Norðurstrandarleið eru einstakar af því það alveg einstakt að ferðast þessa leið og við viljum að þegar fólk að ferðast leiðina, eins og ég hef sagt, að það upplifi eitthvað einstakt og það hafi eitthvað sögu að segja þegar það kemur heim. Það elskar allir að hlusta okkar sögur. Þannig að þeir sem hafa ferðast þessa leið, að þeir stoppa og þeir njóta og upplifi eitthvað alveg sérstakt. Kannski hægt að upplifa neins staðar á Íslandi og þá verða til svo skemmtilega sögur. Svo fara þau heim og fara að segja við sínum frá þessum sögum. Þau verða svo vonandi kúnar, framtíðarinnar, ferðamenn framtíðarinnar sem vilja koma hingað. Svo það líka sérstöku upplifanirnar okkar sem maður kalla hetjuupplifanir. Og þær eru sem sagt, það sækja sérstaklega að verða hetja eða fá að vera með hetjuupplifun. Og það ferli eitthvað að þú sendir inn umsókn og við vinnum í gegnum það og hetjuupplifun sem sagt verða auglýsta sérstaklega í okkar markaðsefni og við tökum inn svona 1 til 3 nýjar hetjuupplifanir á ári en skilyrðum fyrir þeim að þær eru að snerta á öllum skynfærum og þær þurfa að vera eitthvað sem þú getur ekki upplifa neins staðar annars staðar. Það ekki eitthvað sem má vera til, allan ekki, það má ekki vera til önnur hetjuupplifun einhvers staðar. Við viljum ekki hafa 2 upplifanir eins, ekki 2 siglingar sem eru eins og báðar hetjuupplifanir. Heldur á að vera eitthvað, já, ég get bara að fara í þetta hér. Og þetta má alveg vera í boði bara fáar dagsetningar á ári, eins og hetjuupplifanir sem við erum með núna. Það er kannski í boði bara 2-3 ári, en þurfa skuldbinda sig að geta búið upp á þessar upplifanir minnstu kosti 3 ár. Og við sem sagt héldum fundi og vinnundi allt land og með stýrihópnum okkar og ráðgjafafyrirtækinu Búsel. Og út af þeirri vinnu komu í rauninni fyrstu 6 hetjuupplifanirnar sem völdum bara í fyrra haust. Og svo núna erum við að klárast umsóknarferli fyrir næstu hetjuupplifanir fyrir það næsta ár. En það upplifanir sem við erum með núna sem sagt Brimslóð, gistiheimilið á Blönduósi og þetta tengist mat, þau eru með matar og fer niður í fjöru og dýnir matiðinn og eldar sjálfur og lærir matinn og svo er líka með gistingu. Já, Brimslóð, vantar inn á þetta. Já, Brimslóð sem sagt. Næsta er Síldarminjasafnið og þar fara að taka þátt í síldarsöfnum og og við viljum líka svolítið hetjuupplifun og núast það að fólki var að taka við er ekki bara áhorfandi heldur nái líka vera þáttandi þannig að þar færðu að upplifa síldarárin og færðu vonandi að taka í hnífinn og prófa að skera og dansa og syngja og hafa gaman. Arctic Snorkeling er með ferðir út í Grímsey þar sem þú færð að kafa með hunda, ektafiskur og hvalaskoðun á Hauganesi. Þau eru með sjóstangaveiði, þannig að þú fer sjálfur út og þú veiðir fiskinn og gerir að honum og kemur tilbaka og svo ferðu að borða hann og hittir elvar í ektafisk og þetta er mikil upplifun allt saman af því að oft gerir fólk ekkert endilega grein fyrir hvaðan fiskurinn kemur, að hann kom sjónum bara yfir höfuðið en ekki bara búið. Þannig að
Norðursigling svo að bjóða upp á 2 vikna siglingu, þannig að þú ert í skútu og þú gerir allt borð í skútu, þú ert að borða og þú ert í heita pottinu þar og þau stoppa í Flatey og sigla út í Grímsey og fyrir Heimskautsbraut. Og svo það Yrlón á Langanesi, þar sem þú fær að teka þátt í sauðburði og kynnast sjálfbærri ferðaþjónustu. Þau eru með gistiheimili og stóra mikið af kindum, þannig að þeirra uppruni sem sagt í boði í maí þegar það er mest gera hjá þeim í rauninni. Matur úr héraði, Arctic Coast Way Cooking eða Tasty Arctic Coast Way verkefni líka sem við vinna að. Við ákváðum að gefa mat mikilvægi í þessu ferli. Þótt að matur sé ekki endilega ástæðan fyrir því að fólk komi, þá við rosalega mikill hluti af upplifuninni. Og fólk alltaf að leitast eftir að upplifa hluti, ekki endilega bara ferðast á einhverja staði, heldur upplifa þá. Og matur getur orðið svo ofboðslega stór partur í. Og við ætlum að gefa mat meira vægi og það eru núna að byrja í lok mars með öllum meðlimum í Norðurstrandarleiðar verða haldnar matarvinnustofur. Og það er mjög spennandi verkefni. Það verður haldið 5 mismunandi stöðum á svæðinu og Kristjani heldur utan það verkefni og verður með gott fólk með sér sem mun kenna fólki hvernig það getur gert meira úr matnum og hafa ekki matseðil og veitingastaður sem heitir eitthvað Arctic Coast Way eða segir sögu af matnum, hvaðan kemur þessi matur, já þetta er grösin sem eru týnd í landinu mínu hér eða sulta sem amma mín bjó til eða eitthvað svona, þetta er svona persónulegra og Matarauður Íslands hefur líka hjálpað okkur mikið og við höfum unnið með þeim og svo svona spurning, þetta er svona í umræðinni hvort að það verið gerðir matarþættir með N4. Þannig að þetta er svona stórt verkefni sem við erum að vinna að og kannski okkar svona næsta verkefni sem tengist þessari leik. Heimasíðan okkar, aðeins að segja frá henni, hún er arcticcoast.is og opnaði í byrjun júní, bara alveg svo leiðin sjálf. Hún bara á ensku eins og og við höfum fengið gagnrýni fyrir það, hún ekki til á íslensku. En máli að við eiginlega bara þurftum að henda upp einhverju síðu fyrst við vorum að fara að opna leiðina og ákveðum að hún yrði á ensku til að byrja með. Þetta er mjög fín síða, hún bara mjög einföld en þarna eru helstu upplýsingar sem þarf að koma fram, hægt að finna þar inni og við erum að vinna í því að hafa hana á íslensku og ensku og breytinni svolítið og svo jafnvel kannski fleiri tungumálum þegar framlíða stundir. En notendurnir eru 80% notanda eru á Íslandi og þetta samt segir ekki til þjóðerni. Þetta rauninni segir til hvar manneskjan þegar hún á síðunni. Þannig 80% eru á Íslandi, 80% í Bandaríkjunum, 9% í Þýskalandi, 8% í Bretlandi og 7% eru í Indlandi. 43% koma beint inn á síðuna, bara slá inn lénið og fara beint inn. Og 27% fara í gegnum keypt leitarauglýsingar, 11% fara í gegnum líka frá öðrum síðum og icelandair.com þar bara langstærst og hefur verið það frá upphafi. 9% í gegnum venjulega leit, 5% í gegnum samfélagsmiðla og 3% í gegnum vefauglýsingar. Svo það ferðaskrifstofunnar. Það hefur verið óboðslega mikill áhugi bæði innanlands og erlendis og við höfum farið á nokkur sýningar og fólki finnst þetta mjög áhugavert. Og finnum það þegar við erum að vinna hjá svona fyrirtæki sem ekki með neinar vörur til sölu, þá hefur alltaf verið bara að kynna svæðið sem heild. Það óboðslega gott að hafa eitthvað svona innpakkað sem hægt að afhenda og bara gjörðu þess vel, þetta öll fyrirtæki og þetta það sem maður að vinna með og það svo auðvelt fyrir ferðaskrifstofur að þróa og fyrir vöruþróun þegar þær hafa þessar upplýsingar í höndunum. Þær þurfa svo lítið að fara að leita af því það búið að gera svo mikla vinnu fyrir þau. Og þau fá bara treytmjólinn, söluhandbókina í hendurnar og geta að fara að leita og skoða. Og það voru óbúðslega margir sem einhvern veginn bara svona hafa heyrt leiðina og þekkjana og finnst þú spennandi og skemmtileg og þau náttúrulega þekkja erlendar skrifstofur þekkja náttúrulega ferðamanna leiðir bara frá öðrum löndum og vita að þetta virkar og vita að þetta eitthvað sem fólk hefur áhuga á. Þannig að þetta okkur mikið í hag
og nú þegar hafa nokkru ferðaskrifstofur búið til self-drive-pakka og eru byrjaðar að selja. Þannig það verður gaman að sjá hvort það eru eitthvað í sumar, hvort einhver kaupið þessar ferðir sem við þurfum bara að fylgja því svolítið eftir, hafa samband í skrifstofur og spyrja hvernig þeim gengur að selja pakkana. Hérna til dæmis Best Served Scandinavia sem með pakka og Iceland Travel með hérna líka. Svo eru fjölmiðlarnir. Það vildu allir vera fyrstir að keyra Anti-Coastway og skrifa leiðina og fannst rosa skrítið að geti verið bara fyrstir á staðinn. Það var einhver annar búinn að vera á undan þeim. Sem er frábært að við fengum rosalega mikla athygli þegar að Lonely Planet hjálpa okkur heldur betur með það. Við vinnum rosalega vel með Íslandsstofu þannig að við viljum að þeir blaðamenn sem koma til okkar gegnum síðuna hjá Íslandsstofu. Að því við fáum beint fullt af fyrirspurnum og ef við myndum sér bara já við alla þá veit ég ekkert hvað er að koma út úr því. Þannig að við viljum að við tala við Íslandsstofu og Íslandsstofa fer og talar við skrifstofurnar sínar og spyr hvernig fjölmiðlar eru þetta og hvað, og þau helst alltaf vera búin að selja grein sem það fyrirfram áður en þau koma. Þannig að við vitum bara ok, þessi að koma að skrifa grein í þetta blað. Það er best að vinna það svoleiðis, af því það er heilmikil vinna fyrir að skipuleggja svona ferðir og fullt af pening af því að samstarfsfyrirtækin okkar eru að gefa rosalega mikið, annarkvort að gefa þeir gefa mjög góða afslætti af þessum ferðum og við erum alveg ofboðslega þakklátt fyrir það af því að ef þau myndu ekki vinna svona vel með okkur þá gætum við ekki verið að taka á móti öllum þessum blaðamönnum og þessar umfjallanir eru að skila sér og það er við höfum fengið margar flottar umfjallanir í flott blöð og ég reynir svo ég geta þegar að ég íta eftir blaðamönnum ef þeir eru ekki búin að skila greinum að biðja þeim að skila og ég sendi þeim líka brandgætlanir þannig að þau hafa upplýsingar hvernig við viljum sér tala leiðina þannig að það bara vera að skrifa einhvern veginn þannig að reyna að halda svolítið samræmi í umfjöllunum. Við getum ekki alveg stjórnað öllu og sumir eru að skrifa endilega kontin og ferðaði Norðurlandaleiðin og farið Mývatnssveit og Jarðbyggðin og eitthvað sem bara enga veginn það sem við viljum. En við reynum við getum að halda því réttu og það hefur gengið ótrúlega vel og þetta eru svona helstu fjölmiðlar sem að hafa komið núna sem Sunday Times og svo mikið flugfélagsblöð og eins og sjáum það er mikið Bretland að koma og Þýskaland. Það voru bara 2 blaðamenn sem komu frá Ameríku í fyrra en núna er ég sem sagt að skipuleggja að það verður aftur blaðamannaferð núna bara verður fljóðlega með vorinu þannig við ætlum að reyna að einblína á Norður-Ameríkumarkaðinn frekar. Við erum búin að vera kannski Bretland og Evrópu svolítið vel í bílaðana en maður þarf að sjá hvað það þróast með þessari veiru og því öllu. Svo og við reynum að senda blaðagreinarnar og allar umfjallanir á okkar meðlimi og við reynum að koma þessu bara sem víðast og reyna að finna góðan vettvang fyrir það. Veiruna er þess vegna ekki frá Asíu. Við erum ekki að horfa til Asíu í dag. Nei, við erum ekki neitt sérstaklega að einblína á Asíu og eins og Kína er bara ógeðslega stóra erfiður markaður. En það er samt alveg spurning. Ég veit ekki hvort að þeir hafi bara ekki sótt eftir eins og í fyrra þá var það ekki dangi endilega í fyrra sumar en þeir voru ekkert endilega að sækjast eftir að koma. Ég veit ekki hvernig það er. En þetta er valið. Það var fólk sem kann að keyra. En ég ætla þannig ekki að hafa þetta lengra hjá mér í bili. Þetta er fólk sem vinnur hjá markastofunni og þannig er hún Kristjani sem hefur haldið utanum þetta flotta verkefni í öll þessi ár. Þannig að ef það svo bara endilega með spyrja. Annars takk fyrir mig.